Velkomin. Góðan daginn! Þið eru að hlusta á tvo loðana. Við erum til loðanir, já. Við erum til loðanir og... Dos peludos. Já, og á móti mér situr Kristbjörg Rómar Steinarsson og sjálfur heiti ég Óskar Heiðansson. Já, sætlablassa. Já. Hvernig var vikaðinn, Óskar? Vikan hjá mér búin að vera... Það búið að vera allt og mikið að gera. Ég, fékk loksins allt í skápinn minn. Já. Og ég búin að vera bara meira og minna alla daga að setja hann saman. Já. Og þú veist, hjónabandi var næstu bara komið í rúst og... Nei. Allt svoleiði, sko. Nei. Það var þegar við ætlum að setja hurðarnar á, sko. Já. Það var svolítið mikið vesen, sko. Misti hurðin á fótinn minn og hann bara var blár. Nei. Stóra táin, sko. Helga, bæði mér hana. Óskar, þú er svo mikil karlrabáður. Helga. Þetta var svoleiði, sko. Já. Réttu mér hana, hann var nú svo góð bjórinn hana. Svo fundum við bara svona rólegan kall á YouTube. Já. Og hann bara, þið takið þetta svona og setið þetta svona, láta þetta krækjast í og þetta er ekkert mál. Já, já. Og þá horfði ég bara á það og bara, heyrðu, þetta er ekkert mál. Þetta er ekkert mál. Og það er komið. Já, já. Og ég keypti hlaupahjól. Keyptirðu hlaupahjól? Já, helgina. Já, ég ætlar að vera að hjóla í vinnuna. Skúrin. Ég ætla að hlaupahjóla í vinnuna. Hlaupahjóla í vinnuna. Úr vinninni og heim. Já, og ég er búin að gera það þessa viku. Ok, hvernig gekk það? Bara búið að ganga vel, sko. Kallt eða? Bara klæði sér vel. Bara vera með hanska. Já. Ertu með hjálm? Ég er með hjálm, sko, sem ég get tengt við Spotify. Já. Og svo svona futuristic, svona blikandi ljós. Já. Og stefniljós. Já, Mér finnst það svo kjánalegt. Hvernig lætur þú vita svo þetta beigja? Það er svona unit sem ég gæti sett á hjólið og þá bara vinstri, hægri, allt svo leiðis. Cool. Og já, þegar ég beig til vinstri að hægri þá kemur stefniljós. Gerur þú það? Næ, svona stundum. Mér stundum bara fyndið að gera. Já. Hvað fleira? Ég gerði miklu meira. Ásakið. Já. Ég gerði fullt. Þú gerðir fullt. En þú? Ég gerði helling. Já, þú gerði helling líka, varst að smíða skáp. Ég smíðaði ekki skáp. Ég skoðaði eldgos, Óskar. Já. Hvernig var það? Hvernig var ferðin og allt saman? Hvernig var ferðin? Þetta byrjaði rólega. Mjög rólega. Ok. Traffíkin var mikil. Já, ég veit. Og frá Grindavík og að bílastæðinu, eða svona það sem allir kemdi bílana, það var bara 40 mínútur. Já, alveg. Nei, að sitt í bíl. Úff. Og þegar hún loksins komin til að leggja bílnum þá alltaf og maður byrjaði að labba og frá bílastæðinu þar sem við lögðum bílnum þetta var ekkert bílastæði, þetta var svona bara útskot eiginlega einhvern veginn og frá þeim stað það var svona hálftíma labb cirka. Að góðsunu? Nei, að göngustíknum. Já. Ok. Og þegar voru komin að göngustíknum þá var það 1,5 tími að góðsunu. Þannig þetta voru svona... Þetta var svona 2 tímar að labba. Ok. 4 tímar í labbi, 12 kilometrar held ég. Ok. Og við löpum og svo var ein svona brött brekka, sko. Fólk að haldi í reipi og svona, ég sleppti í reipinu, sko. COVID-reipið hana. COVID-reipið. Nákvæmlega. Og ég sleppti í reipinu. Já. Það var bara svo margir, þetta var bara hala róa. Já. Það var ógeðslega mikið af fólki og allt í lagi og það var bara og svo þegar maður var komin það var bara örtröð en þetta var svolítið þjóðatíð, sko. Já, það var bara hellingur af fólki. Það var hellingur af fólki og já, eldgossið var ótrúlega fallegt. Já. Það var bara Valley of Destruction. Já, mér langar rosalega mikið að sjá þetta. Var háaði? Nei, það var nefnilega ekkert mikið háaði. Maður heyrði ekkert svona, maður heyrði á einum stað og á öðrum stað sem maður sá eða mest, það heyrði maður ekki neitt. Já, ok. Og ég grillaði pulsu. Já. Ég er mér ennþá illt í maganum.
Ha? Já, Það er bara þetta gasinu sem að fóru inn í pulsuna og öruglega, ég veit það ekki þú ert örugglega bara að fara að deyja. Það kemur bara ljós í næstu viku Ja. Og já, ég eldaði pulsu hún var tilbúin á 5 sekúndum Það Ég er helviti þægilegt. Já, ég fann eitthvað svona gat, svona stóran svona pizzaopn, svona mini pizzaopn og það var svona alltaf rauðglóandi hana inni og ég er svona með svona, ég bjóti prik sem er svona útdraganlegt svona og ég dróð það út og setti prikið inn og þá bara sáu ég bara pulsuna bara Ok. og ég tók bara pulsun út og svo var allir með dútti þannig hliðina með pulsapakka líka og ég alveg áfara elda, hann alveg, já hann bara, svo það trúst niður að hafa hérna svona prik, bara, já, ég með þetta huga mér náttúrulega bara að stinga inn í sittið og hann alveg, já og ég bara, viltu eiga prikið? Já, að ég ætlaði bara að elda eina sko. Já. Og ég gaf hann prikið mitt Jæja. Og er hann þakkláttur fyrir prikið? Já, ég held það Og var pulsan góð? Var hún eitthvað sérstök svona í bragðinu? Nei, hún var þetta bara pulsa sko. Það var bara pulsa. Það var bara basic pulsa nema magnaðast, það var bara að sjá hvernig hún bara 5 sekúndur og hún bara sprakk sko. Var þetta svona ekki bara mjög heitt að vera nálægt þessu? Ég fann ekkert fyrir því það er bara mismunandi hvar maður er þetta er alveg orðið rosalega stórt miðað myndir Já, þetta var gígurinn orðinn svona stór hann að litli þegar þið fóruð? Já, hann var orðinn rosa stór þetta var bara eins og teikni mynda eldfjall bara Já og svo Þetta var nákvæmlega eins og bara í teiknimynd sko. Já, og þetta er bara þannig en venjulega en síðan bara var alltaf vika mín bara erfið eftir það bara trippst í fótunum og svoleiðis Já, vinna vinna og svoleiðis og þannig Same old Núna, Óskar, venjulega förum við í talhólfið Já Við höfum engin skilaboð í þessari viku en hins vegar ætla ég að þá henda smá góðan daginn Kristbergur heiti ég og ég er í 2 loðnum 2 loðnir er hlaðvarp þar sem þú getur skilað inn skilaboðum í talhólf hjá okkur talhólfið getur sett brandara sögu, bara hvernig þér líður þannig að skilja þetta skilaboð 7922025 og við leysum vandamál Það er rétt Við leysum öll vandamál og ef þau vandamál eitthvað bara ég bara kann ekki að pissa, við leysum það Málið leyst Við leysum það er bara ekkert mál þannig að skilja þetta skilaboð 7922025 og hlökkum til að heyra í þér Þetta var það Ég er bara dottinn í són, ég sopnaði bara Þetta er skemmtilegt lag Þetta er indislegt lag sko Ég væri til að einmitt sopna við það Já, maður væri alveg en við erum komnir hingað til að tala um allt annað Já, það er rétt ég bjóð til svona smá build-up í það Ok Ertu tilbúin fyrir það? Að gefa það bara svona og ég ger eitthvað sjálfur Nei, þú gerir ekki neitt Ok. Þú getur gert sound effects, ég veit það ekki Ok en það kemur bara ljós Framtíðin Margt getur breyst á stuttum tíma Við erum nú þegar að upplifa það að ýmis störf er að hverfa og verða úrelt út af tækninni. Tæknin er stór og brautryðjandi. Ýmis störf er að deyja út. Þetta getur skapað stórt vandamál í okkar samfélagi, skapað atvinnuleysi. Því tæknin er að taka yfir. Kassastarfsmaðurinn, lagerstarfsmenn, sjálfkeyrandi bílar. Það er augljóst að hér er að myndast vandamál sem ekki er búið að athuga eða leysa. Það getur orðið mikið atvinnuleysi í framtíðinni og störf sem við þekkjum í dag verða ekki lengur til. Hvernig getum við leyst þetta vandamál? Ég veit það ekki, skilur Nei, til þess erum við komnir hingað Já ræða hvernig við reysum þetta. Hvernig var þetta? Þetta var bara mjög epic, ég ætlaði að koma með einhver sound effect en ég bara var svo dolfallin yfir þessu. Já, það er gott. Ég ætlaði að koma með svona trík, með svona, með tækna sko og síðan atvinnuleysi bara nei, en svo bara, það var bara að koma seinna sko. Já, en þetta er vandamál.
við Já. erum að stefna í þetta að verði bara atvinnuleysi nákvæmlega til dæmis Krónan í miðbænum sem ég fer oft í downtown Reykjavík, þar er Króna ok, eða veist, já, Krónan, verslunin Krónan einu sem er dettur í hugur alltaf 10-11 jam 10-11 já, nei, þetta er aðeins rauninni ofar ok, já, þetta er hjá Geysir búðunum já, það er Bónus var þarna einu sinni og núna er komin Krónan var kannski ekki 11-11 þarna einu sinni þetta var Super 24 var þarna einhvern tímann líka ok, 11 ekki hugmynd sko. Það má vel vera en talandi þessa Krónu já, þá eru engir afgreiðslukassar bara sjálfsafgreiðslukassar já, er það bara alveg, komplett ok, og það er ein manneskja að sjá held ég þetta eru 6 kassar sjálfsafgreiðslukassar og það er ein manneskja sem er með svona tæknilega séð venjulegan kassa en það er ekki neitt færibandi eða neitt eins og maður kannast við hún bara selur tóbak á þeim kassa og aðstofar þá sem vilja borga í cash money ok annars er hún bara líka að sjá um að spritta og brosa og segja góðan daginn og svo tekur kassin vélmennið við já, C3P og sætt já, nei, ok, já, nei en þetta er svolítið að taka störfin frá kassastarfsmannunum já, og merkilegt nokk gott orð þá er ég búin að taka því að starfsmenn sem ég hef nefnt í eftir að við rættum þetta daginn já, þá eru þeir búin að vera rúslega almennilega við mig já, er það er það svona revolution hjá þeim það er spurning, allan að það var einhver bara góðan daginn, hvernig ertu búin að hafa það í dag þú veist, snakk þú veist, erum við að tala um partí eða, og ég bara, já, þú veist, kannski og eitthvað og svo bara hélt hún ána að spjalla og svo var hún bara, heyrðu, takk fyrir daginn og eigðu bara Íslanda og ég bara, wow, takk sem ég leiðis ég er búin að lenda í þessu svona 3 svar bara frá því ég sá þáttu var já, ok þannig leistu við greinlega vandamál en heyrður þú soundeffektin sem ég var að gera það geggjað, passaði að geta vel inn í já, takk fyrir það já, það er alveg, ég ger þetta í vinnunum minni já. Og það er auðvitað, þetta er ákveð element gaman að hafa en, sko, það er samt leiðilegt að þetta er að deyja út að þetta element sé að deyja út ég held að eftir ég ætla að segja 10 ár en ég hafði bara 5 ár þá er þetta örugglega bara búið örugglega, ég held það sko það getur bara vel verið það væri kannski 1 kassi alltaf virkur já, með svona tóbak og annað með tóbak og annað og jafnvel fyrir eldri borgarar skilur það er ekki allir sem ég skil ekki þess að vélarsvætt sem tala við mig eflaust þarf einhver að vera að supervæsa og spritta og vonandi ekki eftir 5 ára að spritta nei, ekki nema bara upp á hreinlæti, já ég ætla að segja hreinindi já, það er líka en hvað, Óskar hvað á fólk að vinna við þegar það hefur ekki þetta sko við erum, fyrir ekki nú alltaf fyrir ekki að ég grípa strax fram í fyrir þér það er bara svo leis við erum að pæla til að leysa þetta vandamál já. Þá erum við aðalega að hugsa framtíðarstörf já, það er svo leis við þurfum að koma upp á móti það sem er að fara að hverfa já, sko snildar hugmynd sem ég hef bara, hún var bara kveiknu upp núna sko vinna fyrir okkur já til að byrja með bara frítt bara upp á gaman í skýrur bara hafa gaman já. en svo setna kannski við vitum ekkert hvernig framtíðin verður þú veist, einhver geti verið svona upptökumæður, labba vinstri og hægri reyndar að hægt að fá græðir í það reyndar þannig svo lifja fólk baka veggin okkar og af hverju hættu að hafa lifja fólk bara ef að við komum hérna niður og annarkur okkar með hausverk þá bara getur hún bara íbúfenn bara beint í æð hafa það bara svona allt múlíkt mannersku svona prodúser já það var svona skemmtilega að hafa bara eina manneski fyrir hvert verk já. Þá erum við búin að skapa alveg helling af störfum já, bara færi engin borgað bara færi engin borgað það gengur ekki alveg sko. nei, það er ekki nógu gott sko. nei. En hvað á fólk að gera? Sko hérna ég held að þetta sé í rauninni framtíðin
og ég held að þetta fólk muni bara geta nýtt sér þetta. Já, Það app og heimsending, skilur við. já. Þannig að, Þannig að þau verða svona sendlar í staðinn. já, En- og Fyrir ekki, Óskar. já. Það að koma automatic sendlar. Já, ég var að mynda leið og ég sagði þetta og var ég bara, já, það að koma svona automatic, Það komið robot í Bandaríkjunum. þú veist, já, allt verður í drónum og, Já. býtu, var ég búin að skrifa hvernig niður? Nei, ég var ekki búin að skrifa neitt akkurat þetta. Nei, en það náttúrulega, það eru hlutir sem bara að fara að hverfa. Ég hugsa með mér að fólk þarf að leita annað. Það væri líklegast svona þróa kannski personal shopper, manneska sem sér innkaupin fyrir þig. Já, það væri gott fyrir eldra fólki, sko. Já, Bara, sem bara raunni auðvitað hægt að versla í appinu en það geti það gert það fyrir þig að gert það gennum síma. já, þú getur bara hringt eitthvað. Bara hringt hérna, ég ætla að fá hérna kartöflur, bla 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 bla, eða bara manneska sem veit þínar helstu þarfir. Já, Og það verður okkur komin gervigreind í framtíðinni sem bara veit að þið vantar klósettpapír. þú veist, í ískapurinn, ef þú kaupir nýjasta típu, bara next generation af ískapum, þá vita þeir hvað vantar í ískapin. Já, Eins og hvernig ég veit að þetta verður, það með, þú veist, hillan sem mjólkin og því, já, bara þegar það fara að vanta mjólk, þá bara lætur eða bara sjálfkrafa komin sending á meiri mjólk til að hafa í ískapin. Vá, pældi því, þú bara hefur, það þarf ekki svona að hugsa. Eiginlega ekki, sko. Nei. Eins og mér fyndið, ég svo mikill nörd Já, sem kom fram í síðasta þætti, já, að mér langar svo mikið á sínum tíma í dýrasta Samsung ískapin, sem var með svona skjá já, og ekki bara skjá heldur líka myndavélum. Þannig að þegar þú fórst út í búð, þó maður alltaf áður með fyrir út í búð, þá gerir maður shoppinglist og svona. já. En þarna, þá getur þú gert shoppinglist og á meðan þú ert að vesla, Set inn í ískápin. þá getur þú séð inn í ískapin hvað vantar. Já. Ég nefnilega líka nörd og ég var búin að sjá þennan ískáp. Sko. Þannig er ekki gett í það. Mér langar lúst mikið hérna, það er bara, hvað vantar mig? Það er til mjólk, ég þarf ekki að kaupa mjólk. Nákvæmlega. Pældi því það verður öruglega bara þannig í framtíðinni að það er allt gert fyrir þig. Við erum að vinna þangað þar sem að tæknin bara gerir allt fyrir þig. Ég er að skapa stærra vandamál. Já. Ég er svolítið hræddur núna. Þetta er svolítið klikað, sko. Ég veit ekkert hvað ég veit að ég get alveg atvinnulaus á kannski, skilur á 5 árum ef að allt verður svona. Ég meina, ég get alveg séð tækir fyrir mér að vera bara með líka tígristýrum að, nei. Nei. Ég get séð það samt fyrir mér að vera með bara eitthvað automatic system að gera allt saman. Það verður okkur bara þannig. Það er byrjað að gera það í mörgum búðum úti að fólk borgi bara sjálft með símanum, bara skanni vöruna sjálfur og lappar út. Já, eins og hér. Það er bara úti, tækjarbúðum úti, veit ég, sko. Já. Og við erum ekki byrjað á því en ég fæ að bíp að skanna en ég fyllir náttúrulega á og það er búð úti í Bandaríkjunum sem heitir Amazon búð. Já. Sem er bara verslun. Það er gervigrindinni, það er bara búin að teka mynd af andlitun á þér. Þú ert bara, það þekkir þig, búðin veit hver þú ert og skynjar hvað þú tekur og þegar þú lappar út þá ertu rukkað bara samstundis. Já, ok. Bara því að það er bara myndaflar sem bara með facial recognition og bara, já, þetta er Óskar, hann tekur hérna mjólk, hann tekur þetta, ok, sem bara farið bara kvötun. Bara heimabankin bara komið. Já. Þetta er mjög þægilegt, sko. Það er mjög þægilegt. Það er það sem er vandamáli, þetta er allt svo þægilegt. Þetta er allt svo þægilegt. Guð, þetta er erfitt. En sko, hvað á þetta fólk að gera? Já. Ef ekki að þrengi þetta aftur bara í bónusstarfsmenn. Ok, þau er hérna, ok, þú ert 15 ára guttanir, hvað eiga þeir að vinna við annað? Sko, ég ætlaði meira að stinga upp á unglingavinnan, launa hana meira, en ég held meira að unglingavinnan verði líka bara automated, sko. Já, það verður alltaf einhver unglingavinna. Þetta er, það verður alltaf eitthvað, það er government vinna. Já. Eða bæjarfélagið er að skaffa þá vinnu. En þú veist, ég... Það er, fyrir ekki það. Alltaf,
eða svona taka eins og að taka til Já, þú veist, það eru pottet bara dróni sem að mun fljúum, sjá dós setjuna einhvert og mun geta flokkað þetta bara fullkomlega já, og svo er náttúrulega nú þegar komnar svona rúmbu sláttuvélar já, sem ég langar lúnst í en ég þarf það alls ekki nei, en þetta er allt til sko til allt og þetta verður örugglega miklu fullkomnar eftir 10-20 ár 10-20 ár þá bara þarf ég ekki einu svona slá garðinn sko. Nei, Þetta er þetta allt förum við þá kannski meira í listir það verða bara hver einasta manneski að vera með podcast hver einasta manneski með podcast eða fara meira í list eða vísindi Já, það verður töff en það er náttúrulega þarf fólk að læra þetta eða fólk að læra þetta eða vera mjög snjallt eða vera, já Ha. þannig að við erum alltaf bara mannkynið, það er lausnamiðað Já, við sjáum vandamál og við leysum það Já. eins og tveir loðnir nákvæmlega við sjáum bara vandamál, við erum með vandamál hérna Já. og við ætlum að leysa það og það gengur mjög vel svo far já, við erum bara komum fullt af vandamálum og erum að vinna í þessu Já, þetta er pæling sko þetta er alveg rosalega pæling en það er náttúrulega, ég myndi rúglega halda að fara í listir, fara í sko mannlegi þátturinn er samt svo sterkur Já, bara í verslunum bara tökum þess að dæmi mannleg mistök þá Nei, mannleg mistök og bara mannlegi þátturinn að tala við viðskiptavin og bara heyrðu, þú ert að fara í búð bara hérna mér vantar þetta og getur ekki farið í búð hjá fullt af róbótum og sagt mér vantar þetta og komast að niðurstöðu Það væri svolítið vont að missa svona human touch eða þú veist að geta að tala við einhvern Já, Þú veist, ég er svolítið svona sko, að gera því sko við vitum það bara alveg garantít að kassastarfmaðurinn bara að vera á kassa setja í út Já, ég held að það sé bara 5 ár í það sko Já. Ég held að það sé mjög stutt en áfyllingar á vörum og annað það gæti svo sem tóra aðeins lengur Já, en ég held samt að það sé mjög stutt í að það degi og díga sko Já, en það bara fyrir því hvernig búðin er sett upp Já, eins og fatabúð þetta þú ert með slá þarna og það þarf stundum ofta að pæla og þannig Já, en þetta getur róbot gert það en hann hefur ekki auga fyrir uppstillingu og er það samt ekki bara svona QR-kód eða eitthvað annarkvort í flíkinni eða hérna harðatrénu Já, sem að þá verðum bara þetta hæratré fer þangað og allar stærðarnar eru svona og svo framvegis eflaust, en það er náttúrulega eins og bara þú hefur séð mátunarklefa Já. Öllum flíkonum er bara fleikt eitthvað með þarna og það eru bara 2 stelpur að brjóta saman eða setja harðatré og svoleiðis það er ju eflaust getur vel gert það Já, þetta er það sem er svo þetta er eiginlega, ég held að þetta er miklu auðveldara sko. Já, ég held það líka en það er mitt, ég held að flest störf eins og það verður alltaf einhver manneskja að vera í búðinni Já, það var eitthvað ég var að kynna mér þetta áðan Já, þú veist, það var að tala í svona verksmiðum eins og segjum bara Coca-Cola eða eitthvað þá mun bara vera 1 starfsmaður og 1 hundur hundur? Já, svo að starfsmaðurinn sé ekki að trufla vélarnar Já, það var það sem var sagt sko Já, bara, þú veist, það meikar sens þú veist, allar vélarnar eru að gera sitt en já, bara, já en ef við förum aftur bara í verslunina, Óskar Já, ég væri til að hafa mannesku sem ég get tala við og spurt hvað er þetta? já, það er svona potið þú getur kannski spurt Alexu típu á robot bara, mér vantar svona og þá fær einhver skilabóð í einhver dróna eða þetta er og hann kemur með þetta beint til inn og þú bara tek út Já, ég hef lent samt í furðulegustu spurningum í vinnunni minni. Ég fekk svona átt þú, og hún kom bara að spyrja mig átt þú svona kling svona og ég lík já, öskubakka hún lík, já, mér vantar öskubakka What? já, og þá fór ég eða robot, ef ég myndi tala um robot hey Alexa, is there do you know where I can find like svona slingly slong yes no, sorry, I can't find slingly slong
please try again og I need a sling and a slong þannig að það auðvitað sko við notum rosalega mikið hendur og tjáningu til að tala Já, skilurðu. ég geri það mikið, mér sagt og það bara flott það bara tjáning Já. þannig að þú getur ekki, ég held að gervigreitin mun aldrei, það alveg langt þangað til að hún fer að skynja tjáningu Já, hvort þú ert leiður eða ánæður með röddinni já, með röddinni já, Já, það er ekki svolítið í það sko já, það er svolítið held ég í það þú veist, bara kem inn bara það er slís að hérna datt hérna maður slís, hæ, velkomin í bónus slís, þá vandar þið plástur nei, það er slís hérna fyrir utan bara hringdu á lögregluna við náum ekki í hana nema það sé þjófnaður og það er bara, það gæti orðið svo mikið chaos Já, eða kem einhver villaði kerfi en ég ætlaði með að segja, ég held því miður að því miður innan gæsalba að þú veist, þú myndir segja slís þá væri hún bara slís og á meðan þetta að segja það þá er bara búið að ringi neðalínuna og þá er svona dróna lögubíl að koma kannski, en þá þarf samt sko, kannski kemur hún spænsku og allir velmennir okkar eru prógram á íslensku og ensku ekki kannski með spænsku svo komið, española það er slíso og þá er bara velmennið slíso I don't speak this language slíso, what is slíso please refer in English Það er svona að gera þetta hann ógeðslega er bara dáinn Já, hann er dáinn, Óskar á ég svona að gera þetta rosalega erfitt já. Ég nefnilega held að þessi róbóta muni skilja öll tungumál nei og sko, ég er líka búin að heyra það að framtíðar flíkur já, verða með einhvers konar vírum Já. eða eitthvað þannig ef þú dettur já, þá bara heitið hann rifbeinsbrotnaði og þá bara sendir bólurinn skilabóð til lögreglunar og hún bara, já, hann er þarna þú veist, GPS og já. eitthvað og það er bara komið sko. En hvað með þá sem vilja hugsa sem vilja hérna sko, hvað með persónu upplýsingar? Ég held nefnilega að við þurfum að sæta okkur við það að ég held að allir muni vita allt um alla Já, ég held til mér að það sé framtíð, mér er alveg sama persónulega já, þú veist, ég hef ekkert að fela skýrur já, nema líkin er á bak við mig já. Nei. En ok, jú, það er auðvitað en við erum með þetta vandamál Já, hvernig Við ætlarðu að erum leysa með þetta vandamál, Óskar Hvernig í óskopunum leysum við framtíðar atvinnuleysi? Erum við svona að tala um bara ok, kannski erum við að tala um langt í framtíðina en Ok, segjum 100 ár eftir hvað ok, 100 ár, við þurfum að vera búin að finna skapa störf við þurfum að vera búin að skapa störf sem eiga að vera komin eftir 100 ár sko, ég held að mikið af starfsemi verið út í geimnum geimstöðar í kringum jörðina tunglið, geimstöðar þar Já, og svo er náttúrulega við erum mjög mikið að pæla í Mars núna já, ég held að eftir 4 ára eða eitthvað ég að fljúga fyrst til Mars já Er þá fleiri atvinnu geimfarar og svoleiðis það hlýtur að vera, Já, held ég já, ferðalega út í geim og já Túrismi túrismi út í geim sko Ég held að, já, túrismi út í geim ég held að ég verið búið ég veit ekki hvort ég er búin að segja það en ég held að ég verið komið inn að hótel upp á tunglið 2050 Já, það er bara, hæ, velkomin í tunglferðir 2 loðna til hægri en það, veist, þarf það að vera bílstjóri eða þarf það að vera það er að flýgu bara sjálft sko. Ég held að við förum miklu meira í afþreyingarefni Örugglega bara í afþreyingu og svoleiðis Já, þetta verða einhverjir svona supervisor sem er að fylgjast með öllum vélunum að vinna og svona monitora og þannig það hlýtur samt að vera bara, ef við tökum bara verslun sem dæmi ég trúi því ekki að það verður allt það hlýtur að vera manneskja þar inni 2-3 manneskjur sem eru bara að Fylgjast með? Já, potið sko, held ég Já, en séðan eins og þú veist, barþjónar þeir munur væntanlega degi út mjög fljótlega ég myndi samt vilja hafa barþjón það er skemmtilega sko Já, við fórum á hérna
Vélmennabari. vélmennabari Já. þar sem maður sá svona glimpse to the future Mm. og mér fannst þetta hundlegur barþjónn. Nú, Já, hann svo fljótur. hann var, nei, Þurftu þú að bíða lengi? ég þurfti að býða ógeðslega lengi eftir dreiknum mínum Ó, og ég þurfti að fara að tala við supervisorinn yfir mannina, yfir vélmennunum Já. og sagði bara, pönturinn mín hérna fór ekki í gegn hann, já, sko, menna, hvaða pöntur var það? Bara þessi hérna, já, ég sé að hann hefur ekki farið klekað ok, hann hefur bara farið svona yfir hana já, ok. þannig að og barþjónar þjóna miklum tilgangi sérstaklega á rólegum börum að vera bara, Spjalla. já, Já. Nákvæmlega, ég held að mannlegi þátturinn hann má ekki gleymast sko. Pældi eftir svona 300 ár, ef fólk fer að horfa á einhverja eldgamlar bíómyndir. Já. Bara, vá, liðið fólk svona. Já, það hlýtur samt að koma svona spjall barþjónn eitthvað. Hæ, ég heiti Stefán. Svona Hvað C-3PO. heitir þú? Ég heiti Gunnar. Já, ég heyri að þú ert leiður. Hvað er að? Og svo er þetta allt tekið upp og anlæsa og svo farið auglýsingar í símanðinn sjálfshjálp og fleira og vá. Það samt sjálfshjálp. Já, Það þarf, ég held að muni aldrei vera hægt að, þú veist, hafa manneskjur þar. já. Það var velminni þar. Já, Eins og sálfræðingar eða bara self-help bækur eða hvað. Ég held að það muni ekki ganga upp, sko. Ég held að maður þurfa alltaf að tala við einhverja mannesku. Það er alltaf betra. Já, ég held það, sko. Ég held að það virki. Ok, þannig við erum að Kazakhstan-maðurinn, hann verður að sálfræðingi. Já, ætli það sé ekki eina leiðin. Ég held bara við þurfum að mennta okkur meira. Ég held að það gangi bara ekki upp að hætta í skóla Nei, í framtíðinni. en á sama tíma finnst mér menntun ekki skipta eins miklu máli. Og líka ef maður er að hlusta á svona fólk sem að gengur vel í lífinu, þá eru þeir oft bara að segja að þú veist, ef þú er með einhver skills þeir kunna meta það oft meira heldur en einhver menntun, sko. Já, stundum. Já. En ef þú ert ekki með menntun og þá oft það er krafist menntunar. Já. En auðvitað eru hæfileikar líka. En segjum að þú ert ótrúlega flinkur með að þú ert búin að grúska í vélmönnum í 2-3 ár en veist samt ekki hvað chiropractor er. Já. Sem er lykilatriði í mörgum vélmönnum. Þannig að auðvitað, ég held að þú þurfir, við lærum mörgulega miklu meira og verðum mörgulega fljótari að læra. Ég held að menntakerfið myndi breytast, það er helling. Sérlega spurning hvort þetta verður bara upplótað í heilan á manni. Kannski. Það Það er bara robotinn Stefán. Hæ, ég heiti Stefán. Já. Hvað vilt þú verða þegar þú ert orðinn stór? Já. Ég ætla að vera slökkviliðsmaður. Það starf er unnið af vélmennum. Já. Það er ekki hægt. Ég ætla að vera kúreki. Það starf er ekki til lengur. Hvað ætlar að verða? Hvað ætlar að verða, Óskar? 2050? 2100. 2100? Já. Ég held ég myndi vilja vera geimfarið, sko. Geimfari. Það er unnið af vélmennum. Ég held ekki, sko. Heldur ekki? Heldur Þau vera mjög mikið með, held ég. Heldur að það var ekki verið automatic ferðir? Já, nei, ég er að tala um, þú veist, einhvers konar space exploration, sko. Já, ætlar bara að vera svona landkönnuður. Kannski endar þetta bara eins og E.T. Nei, ekki E.T., hérna Wall-E. Við bara allir í einhverjum stólum og erum allir feit og getum ekki labbað. Ég held bara, það geti bara verið. En við ætlum að koma og uppræta þennan vanda. Já, við erum ekki að fara hérna fyrir en það gerist. Við erum ekkert að fara fyrir en þetta er búið, sko. Fyrir en að vandamálið er leyst. Þetta er ekki búið fyrir en þetta er búið. Ég held að eins og þú komst með góða hugmynd og talaði um þetta í dag. Já. Þú komst með virkilega góða hugmynd. Já, spoilerin sem ég komið. Já. Herru, já. Sem að bílstjórar, þeir eru líka að fara að deyja út. Já. Bara, já, 10 ár. 10-15 ár. Já. Já. Þá eru bílstjórar bara hættir að vera bílstjórar. Og þú veist, við erum að tala um strætó, taxi, alltaf þetta verður bara sjálfkeyrt og svona. Og líka bara bílstjórar fyrir fyrirtæki. Já. Þetta verður allt bara sjálfkeyrandi og ekkert mál. Þetta. En sem taxabílstjóri, þeir eiga til með að tala stundum við mann. Já. Þá datt mér í hug, í staðan fyrir að bílstjóri, Já.
þá verða bílstjóra bara spjallarar í staðinn Já, og segjum að þetta sé 4 manna bíl og þið eru 2 þá situr hann bara á milli ykkar og er bara að spjalla við ykkur já. bara svo þið hafi einhver til að tala við á leiðinni heim. Nákvæmlega. En það er náttúrulega, en hvað með Stefán? Vélmennið Stefán sem er spjallvélmenni. Já, þú meinar. Ég held samt að það var eitthvað hundlegir að tala við vélmenni. Sko, ég á Alexu Já. og Ert þú bara halda bara samtal við hana? þú veist, ég get tala við hana sko, bara ég get sagt við hana hei, spjallum saman Ok. og þá byrjar hann að spjalla við mig Já. og það er alveg skemmtilegt í byrjun svo segjum bara ég elska tónlist, hún bara ég líka, ég elska rocktónlist, en þú, ég líka og svo bara, hvað er upp á slónstíðin? Og ég bara, Kiss, já, Kiss er frábær og svo fer maður að spjalla eitthvað þetta og svo allt í einu fer þetta í ákveðin hring Já. og þá allt í einu bara hún segir, ég elska tónlist, en þú og ég bara það er ekki að tala um meira. Já, þannig að þú veist, það er ákveðin mannlegur þáttur. Ég held við náum aldrei að skapa það góð vélmenni eða gerfugreind sem nær mannesku fullkomlega. Ég held að sé mjög langt í það Það allavega. er alveg, held ég, ótrúlega langt í Ég það. held að við verðum allavega ekki hér Við verðum bara, já, nema að við séum bara prógramaðar í einhver tölvu allt í einu já. og þá getum við haldið áfram með að þátt að eilífu. Nákvæmlega. Ég held bara að það störfin í framtíðinu verði miklu meira fókusur á afþreyingu. Erum við að tala um bara ógeðslega margar stjónarstöðar og þættir og Þættir, tónlist, listir. já, það er svo mjög mikið um það núna bara Já. nú þegar. Nú þegar, bara faraldurinn hefur sýnt það. Ég held að það hafa margir bara blómstrað í sínum listum Já, algjörlega. bara því að það leiðist. Já, einmitt. Og svo náttúrulega eru afþreying og svo bara skemmtanir Já, og fleira. svo örgulega ég held að margir munu græða pening til eins og YouTube vera svona let's play spilarar eins og Markiplier og þarna strákurinn, hann að PewDiePie. Já, bara afþreying, bara ég held að það er bara stór, bara ennþá stærri bylgja í því. Gæti verið. Tölvuleikir og fleira og íþróttir líka. Já, er það ekki? Jú, ég held Já, það verður potið ekki gaman að horfa á róbota í íþróttum. það Það bara virkar ekki. væri náttúrulega cool, sko. Svona robot boxing. Já. Það er svona, Það er til robot fight já, úti. það er frekar töff sko. Það er frekar töff, en það er náttúrulega menn að stjórna því. Já, nákvæmlega. Við förum í meira í afþreyingar, við förum örugglega meira í mannlega þáttinn, Já, svona tala, einmitt. og við förum örugglega svo náttúrulega verða örugglega bara kokkar, ég held að það sé ekkert að vera að deyja. Skyndibitakokkurinn er að fara að deyja. Hann er að fara að deyja. Sko, þú verður skyndibitastaða, bara KFC eða McDonald's eða Metro. Já, Það er ekki til, já, einmitt. Já. Og hérna, þá mun hann, þú veist, þú fer þarna, pantar þitt og þegar þú ert búin að panta, þá fer robot bara og steikir burgerinn og gerir þetta bara eins og fullkomið og hægt er og þú fer þetta á 10 sekundum eða eitthvað. Já. Líka í bílulúinni, þá bara er það alveg eins. já, Ég var bara að kynna mér þetta aðan, sko. já, það er örugglega alveg hárrétt. Og þess vegna hugsaði ég, þú veist, ef þú getur ekki verið skyndibitakokkur, verður bara kokkur. Já, þá bara að ég held að kokkar það leikillin að góður í eldamennsku eru mistökin. Já, Eins og töluðum hérna þegar ég klúðraði í bollunum í vinnunni minni. já, það er svo mikið salt. Aðeins svo mikið salt og Nákvæmlega. þetta var bara besta súpubrauð sem hún hefur smakkað. Nei, mitt. Punktur. Þannig að við erum að fara eflaust ómentuð störf, Já, þau eru að fara að deyja. já, það er svolítið. Það er svolítið þannig. Það er að fara að leysa í góða bók. Það en auðvitað er störf sem eins og afþreying, þú þarft ekki að vera lærður til að vera fótboltakall, en þú þarft alltaf að leggja metnað í það. Já, Þarft ekki að vera lærður til að gera podcast. nei, Þarft ekki að vera lærður til að gera sjónvarpsefni eða myndefni á YouTube eða Let's Play eða hvað sem er. nei, Þannig að það eru alveg flokkar Já. sem eru, við dettum miklu meira afþreyingum, við verðum miklu meira sófakartöflur eða samt ekki endilega þannig. vonandi ekki, samt, ekki á mikið. Ég held að hreyfing verði alveg stórt atriði Já, það getur verið, sko. og við erum alltaf að finna nýja leiðir
í tækninni Já, bara til að fylgjast með okkar heilsu. þú veist mögulega róbótar muni hjálpa læknum mjög mikið í framtíðinni Já, eins og með einhverju skurð aðgerð já, þá ég hef búin að sjá þetta þá notar hann læknirinn verður eiginlega róbótinn sýriru já, út af því að læknar getur verið stressaðir og skjálfendir já, en róbótinn verður það aldrei já, já. Já, ég skil það, já. Það er alveg hárrétt hjá þér. Það er, en já. þeir muni hjálpa mikið til Já, tækin mun alveg þetta aðstofa okkur rosalega mikið. Það þarf alltaf ykkur að fylgjast með þessu. Já. Alltaf ykkur að monitora þetta. nákvæmlega Að þetta getur alltaf bilað. Þú getur alltaf fengið bara Stefán. Ég heiti Stefán. Ég heiti Stefán. Ég heiti Stefán. Ég heiti Stefán. Ég heiti, sko, Stefán. Ég heiti, og það væri svolítið Stefán, pirrandi, að það væri komið glitch í kerfið og vélmennin fara að býta í tunguna. já, eins og glitchið þarna Já. Þannig að þarf alltaf einhverjar monitora og það pottjætt verður mjög oft að því að við erum að fara að gera tæknin er ekkert ódýr. Nei, Við erum að nota efni í til dæmis margar tæknivörur nota gull. já, það er svoleiðis Já. Og vá, gull er að vera búið. í alvörinni Já. æj, Og það er notað mörg efni sem eru sjaldgæf í að búið tækni og þá við erum farið game-in, finnum okkur fleira efni og við notum til að gera okkar líf þægilega. já kannski er eitthvað efni á Mars Kannski bara eitthvað efni á Mars súkulega og karmelur og voru game-fútbolti. já, Alltaf svona boltin bara svífur í burt. Ja. Þannig að við munum örugglega pottjætt að fara í meiri afþrengu. algjörlega sko Ég held að við verðum bara með 230 stöðvar á Íslandi og allir bara flakka milli og horfa á YouTube og Netflix og gera bíómyndir og svoleiðis. spurning hversu spennandi það verður Já, það verður bara Stefán. Þetta var bara gott að gera það þannig. En Óskar, já, vinnur við erum komið afþrengu, við erum komið mannlega þáttinn, Já. hljótum að geta fundið eitthvað eitt í viðbútt. sko, ég kom hérna með skóarhögg það er að deyja út Já, og í staðinn getum við gróðusett það eru vélar sem gera það. já, en út af global warming og svona Já. þá þurfum við að gróðusetta meira Já, af trjám já það eru vélar sem gera það. já, Já, það verður ekkert að skapa henn fyrir störf. já, þú meinar, Já, það er veisan við vitum að bara, það er fullt af störfum sem eru bara að deyja út. já, greinlega Já. þannig fjallgöngu leiðsögumenn Já, er það ekki eitthvað þetta er bara, já, ég hugsaði náttúrun já. Leiðsuga ég er leiðsuga Ertu að labba þessa leið? Já. Já, túrismi ferðir og flakk og fyrnindi, sko. sko, leiðsögumaður geti ég trú að veði orðmeirit svona einhver róbot eða eitthvað segjum að þú sett í strætó það er bara á vinstri hönd sjáu þið glitsi í kerfi sko. En einmitt fjallaleiðsögumenn já, það þyrfti, ég held að ekki nema að vera einhver rosalega klár dróni og svona jeppa shit og eitthvað. jeppa fyrir, já Við erum alltaf eitthvað mikið fyrir svona þannig dæmi já, svona og snjósleði og þannig. já, það er örugglega mjög mikið um ferðalög Mikið um ferðalög, mikið jafnvel adrenalín, svona fíklar já, gera eitthvað crazy shit. taka zipline yfir gósið Já, nákvæmlega. það væri sniðt Nei. Þannig að ok, við erum með afþreyingu túrista svona típa af leiðsögn og svona mannlegi þátturinn eins og sálfræðingar persónulegir shopperar svona. persónulega, já Ég myndi alltaf vilja hafa ég held að ég er því svona grömpi gamall kall sem myndi vilja frekar tala við mannesku heldur en robot.
Ætlum við að vera þannig í framtíðinni? Ég held að það verði alltaf verið einhver manneski hann á gólfinu til að aðstofa gömlu kallana eins og okkur. Ég er nefnilega takk eftir þér núna sko með eldri kynslóðana þau eins og bara með sjónvarpið bara ef við fyrir þangað þá þú veist þau vilja frekar horfa á hefðbundna dagskrá línulega dagskrá, já frekar en að eins og við bara Netflix og Disney Plus og svo leiðis þau eru meira fyrir bara þetta gamla já. Og eins og að horfa á fréttir alltaf klukkan 7 ég man ekki hvernig ég horfði síðast á fréttir sko. Og ég held að bara vinnutími verðum bara obsolete. Já. Ég held að þú getur bara ráðið hvenær þú ert að vinna. Já, örugglega. Ekkert að því. Já, þetta er bara allt í hennu bara poppa þetta í hausinn sko. Já. Allt í hennu. En ég held að við munum alltaf hafa einhverja þætti. Ég held að við þurfum ekkert að prætta og við byrjuðum með þáttinn. Nei. Þetta verður allt í lagi. Það kom alltaf ný tækifæri. Það koma ný tækifæri og ný tæki. Ný tæki. Já. Og þó að við erum alltaf að finna upp á einhverju nýju, þá er alltaf langur tími það. Já, og þú veist, með þarna hvað heitir þarna ég er ennþá að þáttast sko. Já, ég er líka. Íþróttir, rafi íþróttir, hvað heitir þetta? Starcraft og svona leikjamót. Já, leikjamót bara. Já. Það fólk græðir rosalega mikið pening. Já, ég veist mér alls saman hvort þú græðir pening eða ekki. Okay. Þá við erum ekkert að finna tekjumesta starfið. Nú, svoleiðis. Það er ekki vandamálið, Óskar. Nei, ég held nefnilega að tekjuhæsta fólki í dag mun vera mjög tekjuhátt þegar þessi tími kemur. Það þurfi ekki að gera nínu sko. Já, ég held að bara við færum náttúrulega bara listir eða eitthvað. Er glitch í kerfinu? Ég held sem búin að heyra þetta fjóðar. Við förum bara örugglega einhverja listir og skemmtun. Þetta er erfitt vandamál. Þetta er alveg skemmtileg pæling á bakvið þetta. Já. Og ég held að við verum bara svona fjöllistamenn eða eitthvað. Bótið sko, maður sjá. Já, byggingamenn. Það deyr út. Það var einmitt bara róbótar að því líka. Já, það er með þess að komin róbót bara komin á risastór svona 3D prentari. Nei. Jú. What? Sem prentar út í steypu. Það er ógeðslega töff. Já. Wow. Getur bara gert hús. Það er klikkað. Það er svolítið klikkað. Hins vegar voru 30-40 menn að fylgjast með vélinni að vinna. Já. Þetta er svona ógeðslega töff. Það er alltaf málið. Tæknin er svo cool. Það er sko að koma hurð. Núna er ég bara að spóla út úr. Það er að koma hurð krispökur sem að þegar þú lappar að henni þá kemur svona skjár sem ég held að hann sýni hvernig allt lítur út úti en svo kemur líka veðrið. Þú getur séð veðrið yfir daginn áður en þú lappar út. Eins og gluggi. Já, en sko þetta er svo cool út að þú bara, já, svona verður þetta veður eftir einhver tíma og svo og ekki bara það, heldur getur þú veist bara séð reminder, segðu þetta að vera á fundi eitthvað, þá mun koma svona á skjáan á hörðinni bara, þú ert að fara að funda á eftir okay. Og bara þetta er það sem er í ískapnum, whatever svo eru við hliðina á hörðinni eru 3 aðrar hurðar svona litlar eða svona skápar í hörðinni. Já. Og til dæmis pósturinn mun hafa aðgang á einni hurðinni, hann er bara með einhvern skanna sem bara og þá opnast sú hurð og þá tekur hann pakkan sem þú ert búin að panta, setur þar inn, lokar, þá læsist hurðin og svo opnar hann bara þín megin. Sömulegis með ef þú ert að kaupa panta í matinn og svona þá er, ég man að einn af þessum skápum er ískapur og þá getur hann einmitt bara tekið vöruna, sett inn í ískapin og þú opnar hinum megin, tekur við þessu og þannig svo að þú talar ekki við neitt. Nei, algjör snild og svo þriði skápurinn er held ég einmitt fyrir svona skyndibita og svona pítsu og svona nákvæmlega. Ég er svolítið sko, ég held að við verðum bara einangraðari. Það væri leiðilegt því að þessir elsku símar eins mikið við dýrka á þá eru þeir búin að gera mann svolítið, maður er meira social en á sama tíma en maður er minna social eða þú veist, skilur? Ég skil. Við erum auðvitað tölum saman
Já, í smáskilabóðum já, en það er náttúrulega það er nú ekki öðruvís heldur en að senda bréf nei, en eins og núna bara ég held að við erum að fara að tala minna við fólk bara ókunnuga já, sem mun gera erfitt að kynnast nýju fólki. nákvæmlega, þannig að það er auðveldra að þú segjum að þú bara elst upp á Skarðströnd sem bara býr þú og pappiðinn og þú bara, ég ætla að fara hérna í Reykjavík að kynnast fólki sko. Ferð í Reykjavík og hittir þar barþjónin Stefán og hann gefur drykki og svo bara allt inni talar, þú bara endar að bara tala við Stefán og eignast hann sem er óbót vin Já, sem er ekkert að senda skilabóð á þig sko. nei, Það væri einum of eða þú færi bara skilabóð frá Stefán í barþjóni það er mjög skrítið. Hæ, Stefán hér langt sinni þú komið til mín á barinn hlakka til að sjá þig Já, eitthvað svona. og þú erum bara, Stefán svo klikkaður Nákvæmlega, sko. það verður okkur bara potti auglýsingar verða bara þannig þú talar af eitthvað vélminni segir þínu vandamál og vélminni mun bara selja þær upplýsingar áfram En þetta er orðið þannig nú þegar maður fær alltaf svona auglýsingar á einhverju sem maður hefur áhuga á í síman. nákvæmlega Það er mjög spes. Var ég búin að segja frá körfunni sem ég keypti daginn. Nei. Þetta var svona Facebook-vídeó. Já. Ég hef aldrei keypt neitt af einhverjum Facebook-vídeóan. Já. En það var svona hotnkarfa sem þú setur í vaskin hjá þér. Og þá getur þú verið að vaska upp og sturtað öllu sullinu í þessu körfu. Já. Og þá fer ekki neitt ógeð ofan í vaskin hjá þér. Og svo bara tæknin maður svo rennur þetta bara úr, sko. Og Já. þú sturtar, þú hendir þessu í ruslið. Vá, framtíðin Þetta er magnað, sko. Þetta var í fyrsta skipti sem ég keypti eitthvað af svona Facebook-vídeói. Ég keypti einu svona úr Já. það virkar Já, virkaði það þá? Já. Gekið. Það var 100 kall Worth it. Er það ekki? Já, kostaði svona tollur og flutningur og þessu, það var með dýra En já, ég er svolítið hræddur að það verður svolítið einhver tókstreita hann á milli mannlega þáttarins samskipti og róbota En ef maður fer samt síðan á djammið neyri bæ, veitingastæðir og Ég var í frekar til ég bara, við fórum eins og saman hann á Apotek já, veitingastæðin, já. bara þjónninn sem þjóna okkur til borðs Hann var snillingur. hann var snillingur En hann var bara þarna til að fá pening. Eða, þú veist, það eru allir Nei, Óskar nei. Hlustaðu á mig. Já. Þú veist, hann var svo mega næs við okkur Já. út af að hann var að reyna að ná eins miklu pening á okkur og hægt var. Já, Er það ekki? nei Jú, kom on. Keyptir þú eitthvað meira út á honum? Já. Eitt kokteil kannski Já. Shit Það var, staðurinn var pakkaður Já. Eitt kokteil skiptir svo litlu máli heldur en barþjóðin var bara virkilega góður þjóðin var bara virkilega góður Hann var snillingur, sko. og hann var bara kom með svona steik og sýnd okkur og Það var svo fucking gott. við vorum bara, wow, auðvitað þá fær maður, mér langar að koma aftur Já. og það virkaði hjá honum Já. nákvæmlega en hann er hann að potti til að græða peninga 100% að gera það allir Eða sko, þú veist, við enduðum á að eyða mjög miklu peningana. já En hefði hann til þess ekki verið svona mikið að koma, bara, hei, græjar, þurfum við ekki eitthvað meira? Þá náttúrulega hefði við ekki eitt svona, þetta var svolítið salfræði hjá hann, sko. auðvitað, það er bara með allar verslanir, Óskar Þetta var veitingastæður. veitingastæðir eru bara mjög svipaðir Og verslanir. þeir eru að selja þér eitthvað Já. þú ferð, veistu, ok, í Tiger bara það er bara einu verslun sem ég kannast bara ógeðslega vel við að ég vinn þar Já. þú kemur að það inn, þú endar með 20 vörur en það ætlaði bara að kaupa eina að þú sást eitthvað ógeðslega sniðugt Já. þannig er bara konsept í Tiger Það er svona það ætla að labba í gegnum alla búðina. nákvæmlega Já. það því að þá bara, já, mér langar þetta og þetta hefur ekkert með það að gera ekki neitt En svo bókin sem ég kefti í tækjunum daginn. já, Ég skrifaði 2 blaðsíður. Já. Ég er ekki búin að sjá þessa bók síðan. Hún bara hvarf. nákvæmlega þannig að það er alltaf að reyna að selja þér meira heldur en þú þarft alls staðar Já. ef að
barþjónnin, eða þjónnin, hvað sé alltaf barþjónn, ég er bara með Stefán og heilanum, sko, ég skildi ekki. Ef þjónnin væri, góðan dag, hvað maður byrja eitthvað. Alla fá hérna eina steik, það eru búnar. Það er svo leiðilegt. Ég ætla að fá hérna þá bara eina öndina. Ok, Hann er líka búinn. eitthvað fleira. Já. Nei, takk, ég er bara alveg góður. Það langar ekkert, en ef að þjónnin væri bara virkilega svona, já, góðan daginn. Bara hérna, hvað maður bjóð þér? Já. Það er pæli steikinni hérna hjá þér. Já, mjög gott. Ég get bara sagt þér að steikinni hérna er rosalega góð. Já. Það var bara, ok. Og svoleiðis. Ef hann myndi segja bara, sko, svo er maður alltaf svo meðvirkur líka oft þegar bara þó þú fegst vondan mat, bara hvernig smakkaðist maturinn? Hann var bara góður. Já. Maður segir aldrei, hann var bara, þetta var ekkert gott. Maður getur aldrei einhvern veginn verið eins og Gordon Ramsay. Maður þarf eiginlega að gera það. Já. Það er verið, þú ert að kaupa hérna mat og hann á að vera góður. Já, algjörlega. Og þetta er bara eitthvað sem maður þarf að læra. Hins vegar hef ég verið að viðkynna. Ég held alveg bara 99% af tímanum. Hef ég fengið bara mjög góða mat, sko. Já, ég líka. Verið bara mjög heppinn með mat. Ég er líka, en svo ég fengi lélegar steikur. Já, en ekkert svona sem að maður fer að gráta yfir. Já, ég hef alveg minnst á það, bara já, hún var ekki nú góð. Já. Bara, já, það er alltaf, við bara færið að gefa smá slátt. Já, mitt. En þetta er bara, það er held ég, þetta er svona hlutir sem geta aldrei farið. Nei. Ég held að ég myndi ekki nenna að fá róbot sem skilur mig ekki neitt. Ok, núna samt að mér í hug. Þegar við fórum á Veitingastæðin. Veitingastæðin. Já. Á þeim veitingastæð Já. var hægt að þetta var svona QR-kód Já. og svo valdur bara matiðinn í appinu. Já, það er að tala hana á sem að vil. Já, á sem að vil sjálfum. Já. Maður bara, hann lá á bakinu og QR-kóða á sig. Já. Ef þú ætlar að fá þér hamburgara skannaði hér. Skannaðu hér. Ef þið langar í pulsu, skannaðu hér. Já. Akkurat. En já. Þú veist, mér fannst það svo þægilegt eitthvað. Þú bara skannaði kóðan, svo bara valdir af lista hvað þú vildir og svo kom þetta eftir korter eða eitthvað. Já. Þá mér fannst það ekki. Ég nefnilega held að þjónnin sé líka degi út, sko. Þetta er degi út, en ég vill samt þjón sem veit hvað hann er að gera. Já. Sem er að hefur gaman af starfinu sínu. Já. Og ég held að það vantar rosalega mikið bara á fleiri staði að fólk hafi gaman af vinnunni sinni. Já. Ég held samt að það hafa alveg vantað bara frá upphafi, sko. Já. Og ég held að við munum örugglega fara meira þannig bara að þú rauninni getur fengið að vinna það sem þið langar að vinna við. Já. Þú getur það í dag, nokkur veginn. En auðvitað þarf maður alltaf einhvern pening og plönin gangi ekki upp og eitthvað svoleiðis. Nákvæmlega. En ég held að peningur í framtíðinni það verður eitthvað annað. Heldur það? Já. Ég meina tæknilega séð erum við í dag að lifa þannilega séð eins og kóngafólk í gamla daga. Nákvæmlega. Þú veist, ef að ég og þú værum til árið 1200 eða eitthvað. Við munum finna leiðir til þess að búa til mat á bara svona baun inn í tæki, plúm, hamborgari. Já, ég veit það. Og það er klikað, það er bara að þú getur bara það er búið til steik já, í einhvers konar tæki nákvæmlega. og þá er ekki dýr drepið eða neitt að ske. Þannig að við erum örugglega að fara bara meira í hagkvæmari og ég held að peningur verður bara tól sem mun deyja út. Það? Ég held að það verður ekki jafn mikilvægt og er í dag. Nei. Ég held að auðvitað þurfum við alltaf að einhvern pening og eitthvað svona, en ég held að hlutir og annað verður bara ódýrara. Það væri óskandi. Já. Það væri það, sko. Og þannig að þú þarft ekki að vinna jafn mikið, en það getur það ekki að því það er engin vinna að fá,
af því að vélminni bara að taka yfir þannig að þú ert þannig að þú átt örugglega bara vélminni sem þú bara setur í vinnu fyrir þig Þannig að lausnin eiginlega við þessu vandamáli er að kaupa vélminni Já, þú bara kaupir vélminni og sendir hann í vinnu fyrir þig og þú fær allan peningi frá honum já, hann redda málum Já. Það er bara fínt að það er held ég bara verið komin lausn á vandamálunum Já, 100% 100% lausn Bara kaupa robot og þá er þetta búið Já, þú bara, það fá allir útleitaðan robot Örugglega, potið Já, þú bara færi robotinu Óskar og ég færi robotinu Stefán sem ég kallaður og þú sér bara þinn robot og þú færi bara svona skýrslu hvernig robotinu stóð sig og svo bara, já, kannski það bara uppfara robotin eða kannski er þetta bara lagerpegi eða eitthvað Nákvæmlega og svo er það Lager pegi Já. Ertu að segja þessi fóti? Nei, Nú er ég móðgæður nei, ég er ekki að segja þessu fáviti Ég bara byði nýjan hjálm Það er bara svolítið Nei, ég veist, ég er að segja bara að þú átt Óskar robotin sem er lagerpegi Já, pegi Það er bara, þú, hvað ertu? Pegi Ég er bara pegi Herðu, pegi, Nei farðu bænum Henni var að Já, koma farðu bænum Henni var að koma Já, voru ekki velkomin hér Wow. Hvar er robotið þinn? Hann er heima Já, pegi er ekki slæmt orð Ég tók þessu sem persónleira ára Þannig þú voru bara að borga mér Ég get lánaði robotið minn í 2 vikur Ok, já, Já, til í það til í það Já. Þannig að lestuðu bara vandamálið Hvað? Nákvæmlega, þetta tók ekki langan tíma En ég held bara að allir eigi bara robot bara sem en Það verður bara þetta fyrirtæki geta keypt robot líka Nei, þeir mega ekki kaupa robota Nei, það er bara banna Það er bara bannað Já. Þú voru að leigja robota frá öðrum Ok, já, að þeir leigja sem bara laun meinar Já. Já, og sumt fólk á flotta robota Já. eins og ég held að bara Instagram stjörnur, það verði ekki robota þar það var mjög spes Hæ, ég heiti Stefán og ég er Stefán og ég er Stefán og ég er, nei, Hins vegar, já, Stefán ef það væri C-3PO robot þá myndi ég 100% fylgjast með honum Ég elska Já, núna, en segjum það eru bara 200.000 robotar Já, meira þú ert ekki þar að fylgjast með öllu nei, það var erfitt það var engin robot flott skemmtilegri jú, örugglega einhver robot skemmtilegri en annar robot en já, Ætlaði að vera svona comedy robotar Svona fyrir á comedy club og það er bara robot að segja grín hæ, ég heiti Stefán velkomin í grín klúbbin ha 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 Og það geti alveg verið sko já, geta verið, en ég held að það er svona ekkert gaman Æ, það er spurning vá, þú ert feitur En hvað ef þeir myndu bara segja finnustu brandar í heimi Nú eru sko gerfugreindir Hefur þú séð gerfugreind spila Super Mario já, Hann bara klárar borðið fullkomlega það lærir en það er svo erfitt að skilja húmor Já, já, ég er að horfa spennumynd með Gunni Já. allt í einu springur húsin á gaur í bíómyndinni Já. og ég leik, þetta var fyndið hún leik, hvað er að þér? Mér fannst þetta fyndið henni fannst þetta ekki fyndið nei það er kannski að ég er skrítin í hausnum Já, en mér fannst þetta bara svo óraunverulegt að þetta var fyndið já svoleiðis að ég hef aldrei séð þetta gerast og ég veit ekkert hvað þetta, hvort þetta er rétt eða eitthvað eða kemur drumbur og beint í hausinu og hausin af Já. og hausin er þá heill ég myndi hlæja á mig raskat sko. Þetta er mjög skrítið já, það er bara skrítið að fyndið Já. en Mario, Já, já, það er bara þraut sem er hættir að leysa já Já. Ég hef leist hana mörgu sinum nákvæmlega þannig að þú ert skarpar en gerfigrind Já, já, það held ég Það held ég þannig að ef við ætlum að setja punktinn í endan á þessu vandamáli, Óskar Já, hvernig gerum við það? Hvað er raunverulega lausnin á þessu vandamáli? það er einfallega þannig að bara hætta að vinna Ég held að það verður bara minni vinna njóta lífsins meira Já. Ég meina, ef maður fer bara nokkur ára aftur í tíman þá, þú veist, það var ekki frí á laugardu Já. og þetta bara heldur áfram að fara í þá leið skilur Ég held að bara það verður færri tímar og fleiri vélmenni meiri frítími meiri Ég frítími held að þetta verður bara gott sko Já ok Já, er það ekki bara Já.
En það bara held ég bara lausnina og líka bara eins og leigja róbotinn út. Já, leiða róbotinn Það var fín hugmynd. Já, Og vinna meira við listir, afþreying og fleira. já, ég held að það verið potið svo leys. Og einkaþjálfarar og annað. Ég held að við munum fókusa meira á okkur sjálf og skapa meira. Í rauninni það bara geggjað, sko. Það bara betra. Ég var í til í það. Já. En ég held að við getum bara sett punktin í þetta. Já, er ekki bara punkturinn komin yfir strikið? Jú. Já. Segjum að þetta ekki, já. Þetta er Punkturinn yfir eða punkturinn punkturinn yfir strikið. Nýtt vandamál komið. Já, hvort fyrir punkt? Nei. En í næsta þætti, Óskar, Já, vinnur. hvað ætlum við að tala um þá? Í næsta þætti ætlum við að tala að við erum að fara að tala við ætlum að tala Herði, Stefán, slakað á. við munum tala Stefán Nei, við ætlum að reyna að finna út úr þessu. við erum að fara að tala við erum að fara að tala eldgos í næsta þætti. Já, við ætlum að tala vandamálið eldgos. Það Já. er náttúrulega ekki vandamál, en það getur orðið vandamál. Getur verið vesen. Það getur verið stórt eldgos og hvernig tækla 2 loðnir stór eldgos. Ég skal sko segja ykkur það í næsta þætti. Þannig að vinsamlegast fylgja okkur á Facebook, Instagram, TikTok nákvæmlega. og bara takk aðeinslega fyrir að hlusta á okkur og ég vona að þetta er bara ekki. Já, sömuleiðis. Bye. Bye.